seint 2014. Þá erum við nýkomin upp í Dominus-deildina þá og liðið bara á bullandi siglingu og eru svona, það ákveðin hópur sem að mæta á leikina. Já, og svo var það var í partí, einhverju eftirpartí og kom einn upp að mér og segði mér, heyrðu, verðum við ekki að byrja með einhverja stuðningsmannasveit? Það ótrúlegt eins og þegar við förum bara niður á gólfið og stýrum stemmingunni. Ég bara sónaði út í fyrsta skipti sem ég gerði mig. Horfði bara niður á trommuna og vissi ekki hvað var í gangi, sko. Svo sá ég þetta bara upptökum, sko. En ég hugsaði mér næst ég gera þetta, að horfa bara á stúkur. Ótrúlegt að sjá Siggi, bara þegar við vissum hvað hann fór að gera og byrjuði bara fagnalætinu og var svona fann orkuna, sko. Ég trúaði að leikmennirnir hljóta bara að finna þessa orku þegar við erum með þessi læti. Sérstaklega það kannski hálfgerð þögn og við byrjum með læti. Ótrúlegt. Kannski ólýsanlegt, ég veit það ekki. Sem maður bara upplifir þetta. Við erum bara allir báðir það. Skåndan. Takk. Ég búinn að búa í það í 20 ár. Fast að því. Ég held að það byrjum mögulega að koma okkur á titlinu núna þá eru þeir náttúrulega bara alveg ágættir. En svo getum við þess vegna, þetta er það jafnt, það er alveg hægt að tapa bara strax í aðalúrslitum. Það er hægt. En við getum líka alveg farið alla leið. En bara vilja hlutin í gangi, og þá menn ekkert að spekulera í því endilega hvort þeir eru körfuboltamenn eða frjálsíþróttamenn eða fótboltamenn eða hvað það er. Það er bara að drífa hlutin áfram, Þú þrýni á það? Ægir Kári hættir nú að væla mig. Er þér að skoða þetta? Nei, þetta er bara hjúra vill að fara. Jæja, titilinn heim! Þetta skiptir rosa miklu máli, bara upp á, bara móralinn í bænum. Já, gríðarlega máli. Ef það tapast leikur, þá þetta allt, maður fer á kaffistofunir daginn eftir og það er allt bara ómögulegt og það er bara að gera þessa breytingar, reka þennan, skipta þessum út og síðan finnst næsti leikur, þá er allt í blóma og allir ánægðir. Já, mér finnst oft gott að við út á sjó, þegar það tapast leikir. Já. Það fínt að vera út á sjó. Ég get ekki horft á körfuboltakvöld ef leikur tapast. Nei, ég horfi aldrei á körfuboltakvöld ef leikur tapast, aldrei. Við getum unnið alla og þess vegna held ég að við getum orðið Íslandsmeistarar. 18. maí 2023. Gleym honum ekki, sko.